Þú fær frábæru nestisboxin frá Systema og nestið í þau í Netto. Netto, kræsingar og kostakjör. Komið sæl og verið velkomin í sjónvarp Víkurfrétta. Það alveg magna hvað við eigum auðvelt með að finna skemmtilegt sjónvarpsefni hér á Sauðárnesjum, en það mjög margt skemmtilegt í gangi á svæðinu. Við segjum til dæmis frá áhugaverðu samstarfi Sandgerðinga við frændur sína í Finnlandi. Við förum á flug með ungri flugkonu á Ásbrú, en síðan hittum við knattspyrnukappann Guðmund Steinarsson og spyrjum hann ekki knattspyrnu, heldur áhugaverða staði á Reykjanesinu. Við förum síðan í Keflavíkurkirkju og fylgjumst með skemmtilegum söngleik þar sem krakkar eru í aðal hlutverki, en við hefjum leikinn í kirkjuskipinu sjálfu með viðtali við nýjan sóknarprest, séra Erlu Guðmundsdóttur. Jæja, Erla, nýr sóknarprestur í Keflavíkur sókn. Maður spyr svona jafnvel eins og íþróttamenn eða fegurðardrottningar, hvernig tilfinningin? Hún mjög sérstök. Já, og eiginlega bara svolítið óraunverulegt ennþá. Af því að í huganum þetta bara litla stúlkan í Sundarskólanum á Kirkjubæk í Keflavíkurkirkju. En nú það alvaran. En nú það alvaran. Nú ábyrgðin mín að halda utanum fólkið og starfið. Og hvað næst á dagskrá? Kemur til með að breytist eitthvað með nýjum sóknarpresti eða heldur áfram? Þetta hefur náttúrulega verið talað þetta frábæra starf sem hér hefur átt sér stað undanfarinn áratug. Já, náttúrulega eðlilega kom einhverjar nýja breytingar en eins og þú segir, hér hefur verið gott starf. Ég kom hérna fyrir 9 árum, starfa með góðum mönnum, Frestónu Tveimur, Sigfús og Skúla og organistanum okkar. Og svo hef ég haft fleira gott fólk, ég með yndislega rekstrarstjóra á Þórunni sem bara eins og stóra systirinn á vinnustaðnum. Þannig að nú það bara að halda áfram því sem við höfum verið að byggja upp síðustu árin, en jafnframt að taka til mín það sem ég hef fengið að heyra síðustu vikur í þessu ferðalagi sem þessi kosningarbarátta, kannski ekki rétt orðið, en ég hef fengið góðar ábendingar. Hvað ég má gera betur, bæði sem ég persónulega og kirkjan mín öll, hvað búið að vera gott og farnast vel hjá okkur. Þannig að mitt það núna að hlusta og huglega hvernig ætlum við að halda áfram. Fólkið í sókninni, það hefur skoðanir á hlutunum og það segir það bara við þig umbúðalaust og það kannski bara gott fyrir þig? Já, ég kannski nota tækifæri að segja það við mig, látið mig vita og okkur sem berum ábyrgð að safna að starfinni. Að því að við getum ekki breytt og bætt og stýrt okkur sem við fáum. En oftast það svona gegnum aðra leiðir sem að fólk notar og vil koma á framfæri. Að því það svolítið kjark að koma og gagnrýna, en ef hún jákvæð og uppbyggilega þá vissulega hún til góðs og hana þarf ég. Var þetta eitthvað pínu erfitt að vera ein í kjöri og það þurfti að mæta á kjörstað? Já, þetta var bara sérstakt ferli að því að þegar Skúli fær embætti í Neskirkju og það var svona orðrómur hvort að við bæði spurð hvort ég fengi ekki þetta starf, eins og það væri svona bara formsatriði að ég gengi inn í þetta, en vissulega ekki. Ég ekki með það mörg ára bak við mig í þessu starfi og hef ekki doktorsprófi, og þetta opinber stjórnsýsla og það ber að ráða þann sem hæfastur með varðandi menntun og reynslu. Þannig að þetta svona fyrir sóknarpresturinn benti, sóknarbörðunum á. Þetta lögleg leið sem þið getið farið ef þið vilja hafa áhrif á kirkjunni ykkar. Kallið þið til almennar presskosningar. Og svo var raunin og yndislegt fólk og bara sem ég átti ekki vona og myndi ganga í hús og ganga þessa leið að vilja styðja kirkjuna sinna en þá náttúrulega ekki allir sem skrifa undir listan sem ég til að hafa verið að styðja mig persónulega heldur bara þessa leið. Að þetta var í lýðræðislega vali. En svo kom það daginn að ég var ein í kjöri og það fór nú hljótt kosningabaráttuna og ég langt í frá keppnismanneskja. Ég svona persóna sem bara sátti takk fyrir þátttökunarspjaldið. En það var fólki í kringum mig sem sagði þú verður að fá gott kjör. Þú verður að fá styrkinn í starfið.
Þannig að ég ofboðslega þakklátt fyrir þess að tæp 1000 einstaklingar sem gengu á kjörstað, því að það var ekki sjálfgefið, fólk héldi þetta væri komið, að það væri búið að skrifa undir og ég væri einu kjöri og þetta væri bara svona sjálfkjörið. Þannig að já, þetta var sérstaklega, en það var dásamleg stundin á föstudagskvöldi hérna í Kirkjulundi. Þetta var svona formulega tilkynnt. Fyrsta konan í Keflavíkursókn sem sóknarprestur, mikið kalla veldi getur við sagt hérna í gegnum tíðina og svo sem almennt í stéttinni en hvernig að taka við öllum þessum köllum sem hafa verið hérna undan? Já, þetta sérstakt ár, af því að Keflavíkurkirkja að hefja nýtt ár 100. Hún var 100 ára núna í febrúar og nýja öld að hefjast hjá henni og 100 ár liðin frá því að konur fengu kosningarétt. Þannig að þetta er sérstakt tímamót og vera fyrsta konan að gegna þessu embætti. En svo er það með þess að kalla sem hafa verið undan mér, að þeim get ég lært, svo sannarlega. Og já, hann er ennþá aðeins sem er farinn, sóknarpresturinn. Og Sigfús sem er að láta störfum og hverfa til annarra verkefna, hann á ég líka. Þannig að ég þarf að nýta mér þess að kalla. Þannig að þú kvíðir þessu ekki neitt? Nei, ég er líka með svo gott fólk í kringum mig. Mjög virka og góður sóknarnefnd sem verður mér í halstu traust og sjálfboðaliðarnir allir, hvort sem það er í formi kórfélaga eða messuþjóna eða með einum öðrum hætti. Skeið hefur staðið yfir samstarfsverkefni milli Sandgerðisbæjar og Vinabæjar í Finnlandi. Guðjón Kristjánsson hefur leitt verkefnið og var afraksturinn kynntur á Listatorgi í Sandgerði fyrir skömmu. Guðjón, við erum hér stödd á sýningu sem að vera að opna. Hversla sýning er þetta? Þetta er svona sýning á afrakstri af Comenius Regio samstarfi sem við höfum verið í samstarfi við bæ í Finnlandi sem heitir Menta Vilpula og þetta verkefni snýst að búa til námskrá í náttúrufræði og mynd og handmennt, tengja sem sagt saman náttúrufræði og mynd og handmennt og tengja saman skólastig í bæjunum og skólana við umhverfið, við stofnanir í bænum. Hvernig hefur þetta gengið? Þetta hefur gengið ótrúlega vel. Við erum búin að vera í þessu núna í 1,5 ár og hérna hjá okkur þá er þetta náttúrulega grunnskólinn og leikskólinn sem er að auka samstarf sín á milli og kennarar í náttúrufræði og mynd og handmennt samstarf sín á milli. Síðan höfum við fengið stofnanirnar á þekkingarsetrinu sem er Náttúrustofa Suðvesturlands og Háskólasetur Suðurnes, til samstarfs við okkur líka. Og hérna er það Listatorg sem kemur í listahlutan af verkefninu og við höfum tengt þessar stofnanir allar saman. Við höfum heimsótt Finnana. Þar eru svona meira listalíf í bænum því að Menta Vilpula er einn af 6 listabæjum Finnlands og við erum sterkar á náttúrufræðistinni kannski og það er gaman að sjá hvernig þetta verkefni hefur verið, hvernig aðrir hafa nálgast það eða eftir þjóðum því að hérna þá byrja Íslendingarnir á því að setjast niður, funda og skrifa niður námskrá og reyna síðan að framkvæma hana. Í Finnlandi þá byrjuðu þau bara á því að framkvæma eitthvað og settist síðan niður og skráðu hvað þau höfðu gert. Þannig að það er svona tvenns konar nálgun. Er það eitthvað sem þið getur hugsað ykkur að taka upp hér, prófa? Já, örugglega og það hefur gerst í samstarfinu. Við höfum verið að skiptast á hráefnum, þannig að við höfum farið með ull og við höfum farið með horn til þeirra, við höfum farið með fiskroð, fiskbein til að búa til sem sagt listaverk úr og þau hafa fært okkur timbur náttúrulega og trjábörk og efni sem unnið er úr trjám eins og pappír og vegna þess að Menta Vilpula er fyrst og fremst bær sem snýst að framleiða úr trjám, pappír og annað. Hversu mikla þýðingu hefur þetta fyrir samfélagi hérna í Sandgerði? Já, mér finnst það náttúrulega bara að auka vitund stofnana skólana og skólana stofnanirnar, tengja saman fólk á stöðunum og skapa heildstæðara og samfelldara samfélag. Skólinn hefur stundum verið svolítið ríki í ríkinu, einangraður og verið sér
lítið farið út en núna er þetta orðið mikið breyttara sko. Það er verið að vinna saman á mörgum sviðum. Jæja, Guðmundur, hverju svarar Guðmundur þegar spurt Ask Guðmundur? Hann svarar spurningunum að kostgæfni og reynir að hafa þetta létt og skemmtilegt, þannig að þeir sem að skoða vídeóin, þeim finnst það skemmtilegt og vilja deila þessu áfram. Hvað getur þú sagt okkur þetta óvanalega verkefni? Þetta í rauninni markaðsherferð til að kynna Ísland og við erum 7 Guðmundar og Guðmundur sem erum út allt land og við fáum svona ákveðin verkefni til að svara spurningum og erum að kynna landið og þetta er næsta Inspired by Iceland verkefni og þetta er þeirra hugmynd að vera með mennska leitavél. Þú ert búinn að vera á nokkuð vinsælum stöðum hérna á Reykjanesi? Já, við erum búin að fara á Eldvörp og Valanhúka, Bláa lónið, Gunnukver og fleiri staði og við erum búin að fara á þessa helsta staði sem að ferðamenn myndu vilja skoða á Reykjanesinu. Og hvernig undirbýr Guðmundur Steinarsson sig fyrir þetta? Það er erfitt, ég er bara sóttur á morgnana og svo fæ ég bara að vita svona kortir í tökur hvað ég á að gera og hvert við erum að fara og þannig að það er mjög skemmtilegt en strákarnir og þau sem eru í kringum þetta eru mjög þægileg og gaman að vinna með þeim, þannig að þetta er lítið mál. Já, þú varst nú nokkuð þekktur íþróttamaður, knattspyrnumaður hérna, erum við að tala heimsfræði núna, Guðmundur? Nei, ég veit það ekki. Nei, ég skulum ekki ganga svo langt. Þetta er vissulega öðruvísi heldur en fótboltaferillinn og þetta er bara virkilega gaman að taka þátt í þessu. Eitthvað svona sérstakt sem að hefur slegið í þessu? Finnst þér þetta að vera, hvað getur sagt, sérstakt hvernig internetið er að koma gríðarlega sterkt inn í kynningu á Íslandi? Já, mér finnst magnað að sjá þegar vídeóin koma út á einhverjum fyrsta klukkutímanum þá eru komin nokkuð þúsund manns búin að sjá þetta og kynningamindbandið fyrir alla þessa herferð það er að slá í 1 milljón áhorf á netinu og það er bara ótrúlegt hvað er verið að horfa þetta og þetta eru minnst Íslendingar sem eru að horfa á þetta er að gerast út í heimi þannig að mér finnst alveg ótrúlegt hvað Ísland er í rauninni vel kynnt. Og Íslandi gríðarlega vinsælt þessa dagana? Já, gríðarlega vinsælt og við sáum það í Bláa lónið, við vorum komnir fyrir opnun en það fylltist á svona einhverjum 15 mínútum allt lónið þannig að við vorum umkring túristum þar allan daginn þannig að þetta er alveg ótrúlegt hvað er mikið að ferðamönnum hérna. Og þú varst að útskýra litin á vatninu í Bláa lóninu? Jú. Vatninu, jú? Já, ég var þurft að útskýra af hverju Bláa lónið væri blátt eða er ekki blátt í rauninni en þannig að maður fær heilmikið fróðleik með þessu líka. Ekki slæmt? Nei, þetta er mjög gaman og öðruvísi. Og sýna íslenska náttúru út á Reykjanesi, það hefur verið skemmtilegt líka? Já, og maður er líka komið á staði sem maður hefur ekki komið áður og ég er að njóta þessi botn að taka þátt í þessu. Þannig að þetta er líka hvetjandi fyrir heimamenn og Íslendinga? Já, ekki spurning og sérstaklega ef einhver Íslendingar sjá þetta og ekki spurning þá held ég að þeir geta nýtt sér þetta líka. Styðjum öflugt atvinnulíf, menningu, mannlíf og íþróttir á Suðurnesjum.
Þegar Jenny María Unnarsdóttir talaði að hana langaði að fara í flugnám hjá Flugakademíu Keilis á Ásbrú var henni sagt að hún fengi aldrei vinnu sem flugmaður, námið væri of dýrt og það væri ekkert að gera í bransanum. Hún ákvað að sýna hvað í henni bjó, kláraði námið með glæsibrag og stuðlaði að samstarfi flugskóla í Flórída og Keilis. Við hittum Jenny Maríu á heimili hennar í Reykjanesbæ. Ég fór í kynningsflug svona 16 ára gömul. Þá var ég alveg handviss að það yrði ekkert annað í boði fyrir mig að gera heldur en að fara í flugnám. Það var hjá Keili og heillaðist mjög mikið af vélunum hjá þeim. Nýja vélar, nýr skóli, mjög framsækin flugskóli, allt í gangi hjá þeim og allt bara þvílíkri útþenslu. Já, það var alveg kveikjan að því að ég ætti bara alveg að drífa mig í þetta. Þannig að ég dreif framhaldsskólanámið af á 3 árum og byrjaði einkafluginu haustið bara þar eftir. Útskrifast maí 2013 og byrjaði haustið þar eftir. Ekki verið löng skólaganga hjá Keili þá heldur? Nei, í rauninni ekki. Það sem að ég byrjaði haustið 2013 í einkafluginu og fékk svo að byrja janúar 2014 bara í atvinnuflugmannsnámi. Var ekki alveg búin en fékk smá undanþágu hjá þeim og gekk svo vel að fljúga og kennarinn alveg bókaði mig hægri vinstri og alveg frábær með það að gera. Þannig að þetta bara gekk bara alveg eins og ég ætlaði mér að láta ganga og fékk þá að byrja í rauninni hálfu ári fyrr heldur en ég ætlaði. Og hvernig var nú námið hjá Keili? Námið, bara mín námsleið, ég var bara mjög ánægð með það. Ég tók sem sagt modular leiðina, þeir eru komnir með samtvinna atvinnuflugmannsnám líka. En ég fór sem sagt þá í einkaflugið, hafði mjög gaman að því, fékk að fljúga ein þar eftir og byrjaði svo í atvinnufluginu. Þá var námið harðara, svona bóklega námið. En bara alveg frábært og þar kynntist ég fullt af fólki hvaðan á var heiminum, þar sem að námið á ensku og það er bara, Íslendingarnir eru orðnir í minnihluta. Þannig að það er rosalega mikið af fólki frá Danmörku og Svíþjóð sem er að koma inn að læra og ég var mjög ánægð bara með námið í heild sinni og hvernig allt gekk fyrir sig hjá mér í Keili. Þér að þakka að það er samstarf á milli flugskóla Keilis og á Flórída. Já, því var komið í kring bara núna daginn og það er bara að skýrast allt saman núna hvernig þetta mun verða og ég var sem sagt fengin í það að halda utan þetta samstarf. Þetta er svona svokallaði bara svona, þetta er auka bara viðbót við flugnámið þannig að fólk getur farið út og ná sér í flugtíma úti og reynslu og þetta er bara eitthvað sem ég mæli eindreiði með og kendi mér rosalega margt og bara maður nær þvílíku sjálfstæði í fluginu sjálfur og verður bara alveg í öðru landi að fljúga og allt á ensku og enginn til að aðstoða þig ef þessi þörf í rauninni. Jú, þetta var flugskólinn sem ég var hjá ótrúlega hjálplegur og mér leið rosalega vel þar kveiknaði hugmyndin. Ég er mjög ánægð með að Keilir hafi skrifað undir viljayfirlýsingu samstarf við skólann úti. Ég tel að þetta getur verið mjög spennandi tækifæri fyrir nemendur skólans. Og þetta verður gaman að fylgjast með þessu og fylgja þessu eftir í náinni framtíð. Nú ertu að ljúka atvinnuflugmannsnámið við blindflugsréttindum. Hvað tekur við? Hvað tekur við? Það er svo sem svolítið óljóst þessa stundina en það eru ýmsir valmöguleikar í boði. Það sem hefur verið að heilla mig mest er að ég get sótt starf úti og sem sagt bara atvinnuflugmannsstarf sem first officer, sem er flugmaður í hægra sæti. Get gert það eða þá farið í kennarann og námið þannig í tímana. Það eru svona þessir kostir sem ég er helst að hugsa um. Nú ert þú ýmsum hæfileikum gædd, annað en að fljúga og hafa áhuga á flugi. Þú spilar á píanó. Langt síðan þú lærðir á það? Já, það er í rauninni svolítið langt síðan. Ég lærði þetta bara í æsku og hætti svo þegar ég brotnaði. Ég var einhvern veginn á unglingsaldrinum eins og svo margir gera, svona byrja smá að missa áhugann og hætti svo þegar ég handleggsbrotnaði en hef einhvern veginn alltaf leitað í þetta svona sem einhverja ró, bara svona hálfgerða útrás í að setjast og spila þessi helstu dægurlög bara mér til gamans.
og verð ævinlega þakklátt fyrir það að geta gert það, bara yndislegt. Stelpur, hvað getið þið sagt okkur þetta verk? Þetta svona biblíuverk, gerist í örkinni að Nóa. Dýrin eru stödd þarna saman og eru orðin bara ótrúlega þreytt á því að vera þarna. Vilja komast eitthvað annað. Það bara endalaus rigning og volæði og þau eru orðin pínu þreytt á þessu. Það hlýtur að vera eitthvað annað en þessi rigning og örk. Það hlýtur að vera eitthvað ljós í myrkrinu. Er það? Já, það alltaf ljós. Já. Og það kemur í ljós í restina. Hvernig gengur með krakkana? Það gengur ótrúlega vel. Þetta náttúrulega frábær börn og það gaman að sjá þau blómstra. Þau náttúrulega snillingar. Og þau eru búin að vera með okkur núna í nokkra, 3 mánuði. Og þau eru öll bara ennþá full af orku og fjöri. Þau eru ekkert að gefast upp. Það allir orðnir pínu þreyttir núna, svona síðustu vikuna. En það eiginlega ekki hægt að sjá það á hópnum. Þau eru alveg ótrúleg. Þegar ég var að horfa á það syngja fyrir okkur þá mér finnst þessu ófeimin. Já, við erum búin að þjálfa þetta markvisst upp en þau eru líka bara ótrúlega klár. Þetta er mikið af krökkum sem koma því þau hafa gaman á svona hlutum en það er líka búið aðeins að æsa þau upp og það er gaman og þau taka áskoruninni. Já, það má ekki gleyma að það má gera kröfur á börn. Þú veist, við gerum kröfur á þau og við hrósum þeim og gagnrýnum þau og þau taka gagnrýni og gera betur og það er alveg sérst, sko. Þetta er bjassin á þetta? Já, við erum búin að leggja ómælda vinnu í þetta og við vitum þetta er flott. Við erum búin að sjá þau. Ja. Og þetta er náttúrulega verk sem allir ætti að geta leyft sér að koma á. Það kostar ekki nema 500 krónur, þannig þú ætti að geta að koma alla fjölskylduna, ekkert mál. Það voru sýnt? Herðu, við erum búin að setja niður 6 sýningar. Við byrjum á frumsýningu á uppsetningardag, 14. maí og erum svo með sýningu 15. maí, 2 17. maí, 18. og 20. Sýnt hérna? Það er sýnt hérna í Kirkjulundi, já. Það er verið að græja hérna svið, það er ekki alveg tilbúið en með hjálp góðra manna þá verður það rosa flott á morgun. En það má líka alveg taka fram að þetta eru krakkarnir en það eru fleiri krakkar. Það eru 4 í hljómsveit, það eru live músík og allir krakkarnir eru í 4. til 10. bekk og öllum grunnskólanum í Reykjanesbæ. Orðinanna brendi og stein, bara einhverjum öræfa byrja, er þetta góð framtíðarleið? Að taka völdin verði, það er eðlisskap, það á yfir skepnuskap, það er svo ankannalegt.
þökkum fyrir áhorfið, minnum við á aðra miðla Víkurfrétta, vikulegt fréttafla, það sem að mannlífið á Ásbrú fær sérstaka athygli í þessari viku. Víkurfréttavefurinn uppfærður alla daga og eins kylfingur.is, en þar eru golffréttirnar fyrir kylfingana. Við minnum á eldri þætti Víkurfrétta á YouTube-brásunni undir sjónvarp Víkurfrétta. Við þökkum fyrir okkur í þessari viku, verið sæl. Velkomin á Rocksafn Íslands. Þar getur þú prófað hljóðblanda, spreytt þig á hljóðfærum, skellt þér í bíó, skoða muni úr rocksögunni og margt fleira. Við tökum vel á móti hópum af öllum stærðum og gerðum. Ég vil að þú